Takk fyrir að setja mig í miðjuna. Takk fyrir að koma. Já. Takk fyrir kaffið. Það var til kaffi. Það er góð. Ég heiti Þorsteinn Vaff Einarsson og ber ábyrgð á þessu Instagrami, Karlmennskunni, og ég bað góðar vinkonur mínar að koma og hitta mig í dag, Unni Gísla sem er kynjafræðikennari í Borgarholtsskóla, fyrirverandi félagsmiðstöðva Legend og dansgúrú og tveggja barna móðir, ekki maður gleyma því. Svala Hjörleifsdóttir, grafískur hönnuður, ég googlaði ykkur sko. Já. Góða vinkonur þínar. Stofnandi kvennahreyfingarinnar, eða ein af stofnendum. Ég veit þetta ekkert fyrirliðin í íþróttum. Ég var í handbolta lengi sko. Mikil handboltastjarna. Og markmaður sko. Nei. Og hún líka tveggja barna móðir og 3 katta móðir líka. Já. Rosalegt. En ég ætla að reyna að tala við ykkur. Hvað í núið? Já, hæ. Takk fyrir að koma. Sko, ég var bara að spá númer 1. Hvernig urðu þið feministar? Því að nú er alveg gefið, og ég kannski útskýri það fyrir fólki sem að veit það ekki, en Unnur er sem sagt konan sem að útskýrði feminisma fyrir mér fyrir 4 árum síðan, þegar að ég vissi í alvörunni, ég vissi ekkert hvað þetta hugtak þýddi. Og ég semst var að naglalakka mig með unglingsstrákum í félagsmiðstöð þar sem ég var að vinna. Og hún benti mér á að þetta var geggjaður femínískur gjörningur. Og ég vissi ekki hvað hann var að meina. Og hún var jafn sjokkjörð og ég, að ég vissi ekki hvað ég var að gera. Það var óvart gert þetta. Já. En þannig að Unnur tók mig í smá kennslustund feminisma. Þannig að þá erum við búin að taka það fram. En mér langar aðeins að bara heyra, ef við byrjum með þér Svala, hvernig varðstu feministi? Það er ógeðslega erfitt að svara því. Það er í raun og veru bara, ég veit ekkert á hvaða tímapunkti bara það gerðist að ég viðurkenndi að ég væri feministi, en ég hef svo sem alltaf verið það, skilurðu. Þú veist, ég hef alltaf viljað jafnrétti kynjanna og konur og karlar standi jafnfætis og allt þetta í samfélaginu. En ég held að þetta hafi gerst sko, einhvers staðar svona eftir ég var kannski svona 24, 25, svona þegar maður fór aðeins, framheilin fór að kikka almennilega inn og maður fór að hlusta á aðra feminista tala og lesa og þá fór að smella, maður gæti alltaf þegar maður var að lesa eitthvað og hlusta á eitthvað, var alltaf eitthvað úr manns eigin reynsluheimi sem var, já, einmitt, þetta, já, akkurat þetta, já, einmitt, svona, og svo bara, telur maður þetta saman, ég þekki fleiri konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi en ekki. Ég þekki enga konur sem hefur ekki orðið fyrir áreiti, oftar en einu sinni, oftar en 2. Ég hef sjálf orðið fyrir ofbeldi, sjálf orðið fyrir kynferðisofbeldi og þetta er bara only way to fly. Það meikar ekkert annað sens. Mér finnst þetta ekki svona halleluja þegar við gerum þetta. Á ég að taka það? Já, ég líka bara svona, ég segi það sama Svala, það er ótrúlega rætt svona eitthvað pinpointa nákvæmlega hvernig það gerist, en hef alltaf verið svona frekar réttsýn, var svona í jafningjafræðslunni og svona sveiflaði svolítið svona alltaf í átt af félagsgeiranum, var í Mannfræðiháskólanum og ég held að bara er ekkert annað í boði, nú leið og maður byrjar í ykkur svona gagnrýnum pælingum þá kemur þetta til þín, þú veist, það er bara þannig. Og ég held bara að því meira sem þú ert gagnrýnin og því meira sem þú einhvern veginn rótar ofan í þig þá birtist þetta þér sko. Annað er bara blekking, þannig að Ok, og þið kallið ykkur alveg feminista og þið lýsið svona að það gerðist ekki til bara ykkar reynsluheimur leiddi ykkur þangað að þið byrjuð að kalla ykkur feminista? Það bara small, eða fattarðu, þú veist, leiðum að fóra bara hlusta og skilja feminisma, bara kynna sér hann, lesum hann, að þá bara meikar ekkert annað sens. Það er pínu á sama hátt og veganismi fyrir mig líka, skilur. Það bara, leið og smellur það og þá er ekkert, það er engin önnur leið til þess að sjá heiminn en þannig. En af hverju haldið þið að það séu svona ótrúlega margir, sko bæði strákar og stelpur og bara fullt af fólki sem er ógeðslega reitt út í feminisma,
feminista og vilja frekar kalla sig jafnréttissinna? Ég held að það sé bara mjög einfalt og við sjáum það birtast okkur aftur í gegnum söguna ef það eitthvað sem stuðar og óþægilegt og gagnrýnin hugsun þannig í eðlisínu þá mætir hún andstöðu. Þannig að allt sem framþróun, allt sem er gagnrýni á samfélagið, það hvetur okkur til þess að einhvern veginn bregðast við og því meira sem að samfélaginu og því meira sem við erum að kalla á það, því sterkari viðbrögð fáum við. Þannig að það er bara mjög eðlilegt að þegar feminismi, þessar ólíku bylgjur koma af stað og eins og núna, núna líka mikil andstæða finnum maður og svona þriðju bylgju og þessar MeToo byltingu að fólk svona, meira svo gamlir femmar sem eru svona pínuleg, slakið nú aðeins á, en það er bara eðlilegt, þetta á að koma, þetta á að birtast sem, og ef þetta hreyfir ekki neitt við þér og þetta hefur engin áhrif á þig, þá ertu ekki alveg að skilja þetta á að hafa, þetta á að vera pínu óþægilegt og ég man einmitt eftir að þegar maður fór svona, feminismi, maður fór að gagnrýna sinn eigin feminisma, að vera ekki inklúsífur eða taka ekki til greina fleiri minnihlutahópa, þá var maður alveg, en ég er samt alveg feministi, já en þú ert ekki, að taka fatlaðar konur með inn í ramman, eða þú ert ekki að taka konur í, innflytjendakonur inn í myndina, þú ert í rauninni forréttinda feministi. Það var óþægilegt, en það var akkurat, og þá er það gott. En ég held að sé með þetta, það er að ef viðbröðin alltaf þegar eitthvað hreyfir við þér eða eitthvað augrar einhverju svona sem að þér finnst bara sjálfgefið, að þú bara hefur alltaf haft einhver ákveðnar hugmyndir um heiminn eða lífið eða fólk eða eitthvað og það er eitthvað svona, eitthvað kemur og segir eitthvað annað og jafnvel mjög margir koma og eitthvað sem augrar bara þinni lífsýn og þinni heimsýn, það sem þú þarft að spyrja hvort það sé þetta, að ef að þú upplifir það sem árás, þá verður það vond. En þetta er í raun og veru bara hvernig þú upplifir það, hvort þetta sé, einmitt, að segja, ef ykkur segir við, já, en í þínu feminisma þá ertu ekki að taka tillit til þess og þess, að ef þú ætlar að upplifa það sem, að heyra það sem þú ert ekki alvöru feministi, þá verða viðbröðin þín ekki góð og þá gengur ekki vel að tala saman. En ef þú ert tilbúin og opinn til að segja bara, já, ok, vá, ég þarf að skoða þetta og hlusta þá á þann sem að benda þér á það. Það þýðir ekkert endilega að þú þurfir að taka það allt inn og segja já, amen, af því það er ekkert endilega allt rétt sem að vera að segja, en þú þarft að vera tilbúin til að hlusta og þú þarft að vera tilbúin til þess að meta og ef þú ert ekki viss, farðu þá að kynntu þér betur og meira, en ekki vera strax hérna og halda að þú verður að hafa öll svörin af því annars ertu vitlaus eða heimsk eða þetta er ekki það. Þetta er líka allt bara spurning svona hugtakaprjál, við viljum hafa fleiri hugtök en færri út af við viljum að heimurinn sé flókin og í honum sé einhver breytt og jafnréttishugtakið er bara svo ótrúlega breytt hugtak, og ég meina ef ég væri að berjast við aldursfordóma, ég væri að vinna í félagsmiðstöð og ég ætlaði mér finnst að 15 ára krakkar að kjósa, þá þarf ég að berjast við svona hugtakaprjál, ég þarf að setja, þá er ég að vinna í mig jafnrétti en ég er að vinna akkurat inn í aldur. Eða þetta er svo stórt reglífa hugtaka, það er eiginlega ósanngjarnt að í því með ekki felast fleiri þættir, þannig að mér finnst bara algjörlega krúsjál að við sem förum ekki dættum ekki einhverja meðvirkni og köldum okkur ekki femma, sko. Já, nei ég bara, að því að það er svo oft sem ég rek mig á stráka aðalega í mínu samfélagi sem að bara get ekki kalla sig feminista og finnst feminismi hafa gengið og langt og eitthvað svona. Eins og ég upplýði það sem þið voru að tala þá finnst ykkur þá eins og fólk hafi þá ekki kynnt sér málið nógu vel eða í lagi að fólk kalli sig bara jafnréttissinna? Finnst ykkur það í lagi? Fólk má kalli sig jafnréttissinna, en það segir mér bara nákvæmlega ekki neitt og ég meina ef þú ætlar að segja að þú ert trúli jafnréttissinni sem næstu ógerlegt að vera fullkomlega, það er einhver útópísk hugmynd, þá ertu náttúrulega eðliðinu femmi. En Það haldi einhver inn í það? Nei, mér finnst það bara svo, þetta er svo fyndið, þú veist, að ég átti mig bara ekki á, sko, hvenær er gengið á langt? Hvað óttastu við að kalla þig feminista? Er það því það er femin? Er það ekki eitthvað svona, það hefur bara beint með kallmennskuna að gera? Ef ég er femin, ef ég er feministi, er ég þá að kvengera mig? Er ég þá kona? Eða þú veist, ó nei,
og karlmennum var alltaf alls ekki vera konur því það væri bara, það algjört plömmitt bara á fésið, þú veist, í kaldhæðinni. En skiljið, þú veist, þetta tala bara inn í karlmennskunni, þú þorir ekki einu svona bara einföld, viðurkennd, stabíl hugtök og þú getur ekki tilengað þér þau. Það hefur ekkert með hugtaki að gera, það hefur eitthvað með þig að gera, skilur, ekki þig samt, en þú veist hvað ég meina. Já. Ok, en svo annað, ok, að því við erum að tala hugtök og feminisma sem eitt hugtakið, þá hef ég rekið mig á það, að því nú hef ég aðeins verið að tala karlmennskuna, svona hér og þar, og þegar ég nefni ákveðin hugtök, þá bara finn ég að fólk brjálast og En brjálast það? Það verður heitt í framan og það bara titrar. Ég hef séð það þegar ég er að tala og ég tala kynjakerfið og ég tala feðraveldið. Og ég var einmitt að fer aðeins yfir það sem að þú varst að nefna, Unnur, með þú veist, allt sem kvenlegt eða kvenlægt, það einhvern veginn alltaf metið svona skurlægra og kallmenn, þeir mega aldrei taka upp svona, bara þeir sem að vinna til dæmis við hjúkrun, þeir upplifa raunverulega kallmennsku sinni sér ógnað, að þeir einhvern veginn inn í kvenna gera. Þannig já, hugtakið feðraveldi fær margar til þess að sturlast. Bara getum við byrjað á einfaldri útskýringu. Hvað feðraveldi? Ertu að fara mig? Já. Byrjum á kennaranum. Já, frekar en þá kynjakerfið. Já, bara að því ég vil eiginlega fá skilgreiningu á feðraveldinu og svo kynjakerfinu. Örstutt lýsing. On the spot. Á feðraveldinu. Já. Hvað feðraveldi? Já, ég held bara örskýring á feðraveldinu svo að í samfélagi eins og okkar þá rekjum við ættir okkar í karllegg sem þýðir að við tölum okkur, ég dóttir föður míns og þið eru dætur og synir feðra ykkar, það svona hefðin þótt að vissulega séum við að þú veist að standa á móti því normi, en við erum líka með, það birtist líka í stjórnmálum, það birtist í hvernig við stjórnum landin okkar, hvernig sagan okkar birtist, það er allt ofið í gegnum karlmennskuna, í gegnum að vera karlmaður, í gegnum karlmenn og þar leiðandi feðraveldið sem á ensku þá patriarkían. Þaðan kemur þetta orð, af því að þetta svona þetta vefur þessa peysu sem samfélagi sem við erum í og þetta bara einn þráður. Kynjakerfið síðan sem lýsir því hvernig kynin birtast inn í samfélagslegu myndinni og þar leiðandi feðraveldið og kynjakerfið auðvitað tengist það, en það ekki sama hugtakið. Og kynjakerfið svona pínu, það betra, þú finnur það sjálfur að halda fyrirlestra, það auðveldra að fólk alveg, já ok, en ef þú séu feðraveldið þá sem ógeðslega fárleg pæling að þú ert faðir, að þú eitthvað, já en ég, þú veist, þetta bara, þessi hugtök ekki persónulega skilgreinandi frá þér og ef það hreyfir svona við þér, þá það akkúrat af því að þetta gott, gagnrýnið, þetta bombað þetta hugtök. Þú veist, þegar það hreyfir við fólkinu, þá það að gera eitthvað gott. Þetta bara eins og skóli, þegar hann gagnrýninn og góður, þá krakkarnir alveg, þú veist, þetta óþægilegt, þetta erfitt, þetta reynir á þau. Ef þau bara eitthvað að sitja chill í símanum og hafa næst, þá ekki neitt að frétta, skilur. Þetta á að hreyfa við okkur. Okay. Var þetta skil? Þetta var dálítið löng útskýring en ég veit ekki, hvað finnst ykkur? Það þarna nokkra að horfa og líka ef þið eru með eitthvað sem við viljum spyrja þá með ég alveg dæla inn, sko. Geturðu lesið það? Nei, en ég skal reyna. Já, Svala, viltu bæta einhverju við feðraveldið? Hvernig birtist feðraveldið þér? Nei, mér finnst þetta bara mjög góð útskýring hjá henni Unni og það sem ég hef ofta sagt, ég er ekki með svona gott svona kennara element þarna í útskýringunni fyrir mér það bara svo basic að þetta ekki, það ekki persónulega árás á þig sem faðir, þetta hugtak, feðraveldi. Það ekkert með feður að gera. Nei, til þess að ramma það inn og ástæða fyrir að heita feðraveldi eða patriarki að því við komum einmitt frá, við erum samfélag byggt á samfélagi þar sem að feður, menn, kallmenn réðu. Þú veist, kallmenn stjórnuðu, kallmenn réðu öllu, eiginkonur voru eignir mannanna þeirra, dætur voru eignir feðra þangað til að þeir gáfu einhverjum mönnum dætur sínar. Við komum þaðan, þetta eru ræturnar okkar og við erum að þróast og breytast en við erum ennþá, það eimir af þessu í öllu. Og þess vegna orðið faðir, þú veist, orðin tákmynd fyrir, alveg eins og þú notar orðið karlmennskan.
þú veist, sem getur, eða þú veist, ef við erum að tala um eitraða eða, þú veist, hættulega eða, þú veist, þessa kallmennsku, við skiljum kannski hugtakið og það hefur líka fengið gagnrýni. Af hverju þú tala um kallmennsku sem eitthvað vont? Ég meina, hefur ekki lent í því? Að fá, þú veist, þess að rýni á, býtu, okkur segir eitthvað að eitruð kallmennska, það er bara vont að heyra það er bara erfitt. Já. Ég tala á, sko, ég er eiginlega pínu hættur að tala um eitraða eða skaðlega kallmennsku af því að ég tala bara um kallmennsku og svo tala ég út frá því og þeir sem er að hlusta, þeir sjá alveg skaðsemina í staðalmynd kallmennskunar. Af því að kallmennskan fyrir mér, þetta hugtak, við verðum að skilgreina út frá einhverju staðalgerðri hugmynd okkar. Og þar af leiðandi finnst mér það bara hugtakið sjálf dautt og skaðlegt og ógagnlegt, sko. Já, ég veit, mennska og dygðir og allt þetta. Menn að því hluti sem þú myndir segja þú veist, bara hvað er góð kallmennska, þú veist, ef þú ætti bara þurfa að segja eitthvað án þess að vilja það, skilurðu, að þá bara, já, þá segir fólki vildir, myndi bara svona, þú veist, ábyrgð og hugsa fjölskylduna, en þú veist, þú myndir segja það sama langflestar konur sem þú þekkir, sem þú lítur upp til og finnst flottar, þær búa við þessum eiginleikum líka. Þannig að þetta er ekki kallmennsku eiginleikar. Þetta er bara eiginleikar sem við dáumst að og þykir góðir í manneskjum. Þetta er líka mjög óinklusíft, þetta verður mjög binary. Já, sko, að því að við tölum líka oft að feðraveldi kúi okkur og kúi okkur til hlýðni og að gera ákveðna hluti. Mér langar að fara aðeins inn í, sko, bara persónulega við ykkur, hafið þið reynslu núna bara nýlega, einhverja relevant nýlega reynslu af feðraveldinu, svona hversdagslegu feðraveldi? Þetta er mjög opinberandi. Er þetta ómikið það? Nei, ég vinn til dæmis í stofnun, þar sem að ég er stjórnandi yfir ákveðnu sviði og þar eru til dæmis eldri karlmenn sem kalla mig stelpuna. Já. Það finnst mér vera valdatæki til þess að setja mig á minn stað. Ég er ekki kona í því hlutverki, heldur er ég stelpan er að, ég held að það sé svona gott dæmi. Ég held að við upplifum örugglega einasta degi þetta, hvernig er hort á okkur eða hort til okkar eða þú veist, vertu sæt en ekki ofsæt, vertu glöð en ekki brostu, þú veist, og Þú upplifir þetta algjörlega dagsdaglega og bara hrósa fyrir hvernig þú ert klædd, ekki fyrir hvernig þú hefur staðið þig eða þú veist ekki vera of kynþokkafull eða og alls ekki heldur ekki neitt kynþokkafull, þú veist þetta er algjör svona að vera stúlka og í nútímanum er bara brjálaslega flókið konsept. Þú veist þessu bara í kynjafræðinu við erum búin að tala um klám og klámvæðingu og við erum að skoða áhrifavalda, eitthvað sem að þú veist ég held að það er svona eitthvað afl sem við erum ekki eins og búin að sjá fyrir endan á og þau bara apa upp bara eldgömul minni bara úr bara vargasmyndum skilur þú eru krakkar sem eru þú veist tvítugir sem við haldi ennþá og þetta er eiginlega orðið ýktara og það er það sem að vekkur þú veist maður verður hræddur við. Það eru ýktari myndir af hvernig það átt að vera. Þú veist, klámið er komið miklu nær okkur, þú veist, þessi kúgunartæki verða þá sýnilegri og ósýnilegri að því að, vertu bara allsberra því þú mátt, þú veist, þú opinberaði alveg að því að þú mátt það og þú heldur inn á þessari vöru samt. Og hvað ert að gera, skilurðu? Þú veist, minn líka með mitt val, einhvern veginn. Er það val? Þú veist, þetta er allt orðið svona... Þú hefur skrifað með þetta, er mjög áhugavert. Já. Hvað segir Svala? Hefur reynslu af kúgun feðraveldisins í þínu hversdagslega lífi? Já. Ég vil bara síður ræða það svona ofnverlega akkurat hér. En ég get kannski frekar þá að tala um akkurat núna kúgunina sem að ég upplifi sem að við erum búin að einmitt, eins og þú varst að koma að inn á, sem við erum búin að internalize, eða fattar við erum af því að við erum öll svo gegnsýrð af þessu sama kynjakerfi, feðraveldisins, að við beitum eins og líka á okkur sjálf eftirlitinu. Þannig að þú veist, ég er ekki eina konan sem ég þekki sem til dæmis
hugsa hvort að maður sé hversu langt síðan ég snirti á mig líkamshárinu áður en ég fyrir sund. Og þetta kúgun, þú ert ekki fullkomlega frjáls til þess að fara bara í fucking sund af því þú ert mögulega ekki búin að vaksa eða raka eða whatever sem líka sturlu pæling að þú veist, allt sem kemur fyrir líkamann á konu leið og verður kynþroska automatist ógíslegt. Þá koma hár, þá kemur blóð og þetta allt sem ógíslegt og þetta fela það. Og þú skammast þín leið og verður kynþroska. Líka þetta duglega konsept, þú veist að vera þú ert heimaður og þú gerir allt bara einhvern veginn og þú ferð í gegnum og svo kannski maki manns og hann gerir það sama en vá, duglegur, sætti vel það hrós og hann hrósa sjálfum sér ég tók eftir þessu í fyrsta skipti þegar ég var barn þegar að mamma og pappa voru skilin og við vorum alltaf bara aðra hverja helgi hjá pappa. Svo fór mamma í nám til Bandaríkjanna og þá fluttum við bara alveg til pappa á meðan. Þá heyrði ég fyrst skipti fólk segja vá hvað pabbiðin duglegur, vá hvað mamma þín heppin að pabbiðin skuli hafa tekið ykkur og hún geti bara farið aldrei sagði neitt að mamma væri dugleg þegar hún var með okkur. Já, þannig að við tala inn í þessi hefðbundu kynja hlut. Já, algjörlega. Sem svolítið, já. Og þetta finnst mér algjörlega loða ennþá við að kallar, ef við tölum eitt svona gagginnið pör, kall og kona, að það sem að einhvern veginn pappin svona að hjálpa. Hjálpa mömmunni með uppeldi sem þetta ótrúlega grillað. Sem líka mjög niðurlægandi fyrir pappan. Já, algjörlega. Hann sé duglegur að geta bara gert basic hluti á heimilinu og gagnvart fjölskyldunni sinni. En mér langar aðeins að halda áfram með, að því að ég alltaf að sjá eitthvað meira og meira, finnst mér finnst ég alltaf að læra meira og meira þennan kynjaðveruleika og það sem að ég rak mig á daginn og mér fannst það sjokkerandi var þegar ég áttaði mig á því hversu ótrúlega ólíkur reynsluheimur ykkar versus minn. Ég vissi það einhverju leyti en ég hafði ekki áttað mig á því að hann væri þess vegna var að reyna að pota í ykkur hversdagslega kúgun feðraveldisins. Það var einhvers staðar umfjöllur þar sem einhver kennari var að tala hann spurði nemendahópinn sinn hvað gerið til að koma í veg fyrir að minnka líkurnar á því verið áreitt og hann spurði strákana, spurði þá og það kom ekki neitt og ég velti fyrir mér, ég hef aldrei nokkuð tíman velti fyrir mér hvað ég þurfa að gera til þess að fá ekki óviðandi athugasemd að koma í veg fyrir að ég verið áreittur kynferðislega að einhverju leyti en ég held ég sé nú ekki að óumbera neitt en síðan spurði ég Huldu vinkonu ykkar og konuna mína bara, gerir þú eitthvað svona hversdagslega til þess að koma með fyrir þetta og þá bara kom romsa bara eitthvað sem við kunnum allar sem að hún ekkert eitthvað endilega meðvituð að hún sé að pæla í þessu nei, við gerum þetta bara getið þið komið dæmi en það það sem ég meina með þegar maður fer sín að lesa og kynna sér að þá smettir allt í bara já, einmitt þetta, já og þetta og þá fattar þetta er sameiginlegur reynsluheimur hvað þýðir það, hvað segir það þér þessum mögulega ég veit ekki, einhverjum strákum sem að hlusta eins og var ekki Hörður að hlusta á hann að horfa, já, getið komið bara lítið dæmi já, ganga með lyklana þannig að hann stingist út þannig að ef einhver myndi labba upp að þér þá getur þú auðvitað borið frá þér með síman kvektan, þú ert að labba úti í myrkri einhver tekur á móti þér tekur upp síman þykist að tala þegar einhver labbar fram hjá þér gerir eitthvað þegar þú vaknar á mótnana svo alla ferð inn í daginn og ert eitthvað svona hugsaður eitthvað svona herri, ég get nú ekki farið í þessu á því að já maður ritskoðar og ritskoðar sjálfa sig og passar það sé allt ok einmitt eins og tala maðan að þú veist, ef það er eitthvað stendur eitthvað til yfir daginn maður þarf að vera kannski þú veist, bara vel til höfð og fín en það má alls ekki kynþokkafell eða þú veist, eða svona hinsegin og bara að mála sig skilur við En hvað gerist ef þú ert of kynþokkafull eða of máluð eða eitthvað? Hvað gerist? Hvað er það fyrirbyggja? Að ég þurfi að vera stressuð eða óttast eða eitthvað ég er að búa til þægindaramma fyrir mig til þess að geta upplifað mig sem, þú veist, frjálsa eða þannig að þetta sé ekki eitthvað sem ég er að pæla í. Ef ég er í mjög þröngum buxum eða eitthvað, þú veist, að þá allt í einu verður maður meðvitaður það, þú veist, er eitthvað að fara horfa á, er eitthvað að fara að klípa, hluti sem maður hefur lent í, skilur svo oft.
Algjörlega. Áhugavert. Ég veit ekkert hvað er búin að lengi en ég held að við erum að fara að draga þetta saman. Mér langar að lokum, bara til þess að svona fá frá ykkur af því að þið hafið bent mér og sýnt mér alls konar sem að einhvern veginn hefur nýst mér svona til þess að sjá veruleikann. Sko, er eitthvað sem að þið myndu vilja að 13 ára strákar myndu vita, bara allir 13 ára strákar á Íslandi, eða bara í heiminum, segjum það, er eitthvað eitt sem að þið myndu vilja bara innplanta inn í 13 ára stráka? Ég var semst ekki búinn að segja þessa spurningu og reyndar engar, nema reyndar feðraveldi, ég sagði það. Ég var bara búin að ræða í kaffi daginn. Já. Sko, í 13 ára stráka allir vita. Sko, 13 ára einstaklingar allir vita. Getur sagt það svona? Sko, mér finnst í raun að vera bara mjög mikilvægt að börn viti og unglingar að þetta að það má vera vinir. Það fyrir alltaf að vera ógeðslega í töðun á mér að það þarf alltaf að vera að hengja eitthvað meira á það. Að, þú veist, einmitt friend zone, að það sé eitthvað sem er neikvætt. Þú veist, ef að strákur og stelpa er að hanga saman eða þau hafa gaman af félagskap hvers annars og allt þetta, þá þarf það alltaf að vera eitthvað annað. Það þarf ekki. Þú veist, þú mátt alveg elska að hanga með vinkonuðinni og það er bara þannig. Það þarf ekki að þýða það að þú þurfir síðan að taka eitthvað annað skref af því að þannig eiga hlutir að vera með strákar og stelpur og ef að næsta skref gerist ekki að þá ert þú kannski glataður af því að akkur er hún ekki skotin í mér, ekki vera að flækja hlutina. Já. Ég held við þurfum eitthvað svona að krafsa í ræturnar á tilfinningalífi að þessara einstaklinga og einmitt, þú veist, fara í þræðina á þessu sem við tölum þessu kynjakerfi og ég held að það er rosa gott bara, til dæmis bara mörk. Ég held að mörk sé svona eitthvað sem ég myndi, sem væri krúsjál að 13 ára strákar og bara 13 ára einstaklingar myndi læra, þú veist, hvað mín mörk, hvað þín mörk, hvað mátt þú gera, hvað máttu ekki gera. Þú veist, þetta er svona opinberast í þessari MeToo-hreyfingu að hvernig geta þessi menn bara allt í einu verið bara má ekkert. Vissuðu ekki hvað þið máttuð ekki? Eru þið ekki búin að vita í langan tíma? Þessi hlutir. En ég orða spurningunum sem svona, 13 ára strákar, einmitt vegna þess að fyrir mér þá virðist að blasa við að það er eitthvað í drengjum eða strákum eða kallmönnum ekki í þeim, í menningu þeirra, ekki gera þá holdgerfingu fyrir því. Já, menningunni þeirra. Í menningu okkar sem að veldur því að strákar virðast brjóta á öðrum einstaklingum, bæði strákum og bara öllum, umfram konur. Þess vegna veldi ég þessu fyrir mér. Er eitthvað sem bara strákar þurfa að vita sem að þeir viti ekki, eða finnst ykkur þetta að vera bara feðraveldið, kynjakerfið, bara allt samfélagið? Ég held að stór hluti af þessu sé þessi tilfinningabylting sem að margir eru svo hræddir við að sé að gera alla að aumingjum. Er það að ég held að stór partur af þessu að létta á þessu dóti er að þegar að bara strákar vita að það má líða alls konar tilfinningar koma og fara, þær heita alls konar nöfnum og að þá og ef þú þekkir tilfinningarnar þínar, þekkir nöfnin að þeim, að þá getur þú talað um þær. Og þá kemstu að því að það er bara fullt af fólki sem að líður eins og þér, hefur líðið eins og þér, líður núna betur, líður núna verð, eitthvað. Ég held að þetta muni létta á öllu þessu leið og að því að ég held að það sé líka pínu þar sem að stúlkur hafa verið, þú veist, heppnari með, eða þannig að, þú veist, í okkar menningu er svo miklu sjálfsagðara að við gerum þetta. Algjörlega. Að við megum deila því þegar okkur bara líður einhvern veginn og það er ekkert skrítið. Nei, og ég held að það þurfa að verða, og þessi bylting, þessi kvenlæga bylting, þessi kvenlæga orka, að hún verði ekki framandgerð eða sett niður, að hún sé, þú veist, rifin upp, að hún geti haft mótandi, breytandi áhrif á heiminn. Ég held að í alvörunni. Vá. Er eitthvað svona lókum sem að þið viljið? Nei, við erum bara mjög ánægð með karlmennsku átakið og það er styðjandi í þessu. Já. Og hérna, af því þetta snýst allt um að vera feminist, það snýst ekki bara um að vera eitthvað heima á þessu hugsi, þetta heldur líka koma í eitthvað samtal og það þarf ekki endilega að vera með að sé
að stofna endalausar byltingar, heldur maður sé bara eitthvað staðar samtöl þetta. Já. Og við verðum bara að hjálpast að. Það er svo fáránlega basic. Hjálpast að. Geggjað. Takk fyrir að koma. Takk fyrir spjallið. Takk. Má fá meira kaffi? Já, betur þú ekki að fara að sofa eða? Ég sofna samt. Í alvöru? Já. Vá. Svo er ég að fara ræktin í fyrramáli með Einari. Nei. Valkyrjur. Það er klikkað. Valkyrjur!